God is great all the time. Thank you for that response. Takk fyrir viðbröð. Praise the Lord for this Sabbath day. Drottinn, við lofum þig fyrir þennan hvíldardag Such a wonderful blessing that we are all gathered here. og það blessanir að við fáum öll að vera hér saman. First of all, I would like to extend a hearty welcome to our visitors. Þetta er sérstaklega að bjóða gesti velkomna. I can see Sir who is sitting over there. Við sjáum unga mann sita hérna alveg aftast. It's my til first, hægri. yeah, it's my first time to see him here at our Þetta er church. fyrsta skinnið sem við sjáum þig, gjörðu svo vel. Welcome, sir. Thank you for coming today. Takk fyrir að koma. And who else? And of course, our friends, Filipino friends from Hafnarfjörður Og Church. svo þetta allir vinnur okkar frá Filipseyjum sem í Hafnarfjarðarkirkju. Yeah, we are happy to have you here today. Það er svo yndislegt að sjá okkur hér allar hér í dag. And of course, I'm not going to forget our regular visitors. Og svo ætlum við ekki að gleyma þeim sem eru venjulegir hér hjá okkur And dear members of this church. og allir meðlimir kirkjunnar. Welcome, welcome. Velkomin. As we go on with our program, Og þegar við svona haldum áfram með dagskrán okkar, you will see in the succeeding parts of the þá program, viltu sjá hérna í áframhaldi í dagskránni women are the one who will going to lead out að konur muni vera hér í leiðtogastöðu, in praying, í bænum, singing, í söng and our speaker today is a woman, og presturinn okkar í dag kona. except for Eric, who is a man, our translator today. Hinn megin. Yeah, thank you for your service. Já, takk sem þau. Yeah, okay, so because today we are celebrating the International Women's Day of Prayer. Að því við erum að fagna hér þessum alþjóðlega kvennadegi, bænadegi. This program is actually celebrated globally. Og þessi dagskrá eiginlega heims, allan heim Okay, í aðventskirkjunni. Yeah, of the Seventh-day Adventist Church. Í aðventskirkjunni. And for that, your women church friends from the Philippines Og þá þeir vinir ykkar frá Filipseyjum are delighted to be serving you. þakka fyrir að fá að þjóna ykkur í dag. Above all, God today. Umfram allt drottni hinn eina sanna Guði. Before we get started, I would like to give few announcements. Áður en við byrjum dagskrána áfram, þá erum nokkra tilkynningar. Okay. The first one is, of course, we have the thrift store, which is open every Tuesday and Thursday at 14 to 18, at 2 to 6 o'clock in the afternoon. Og auðvitað umfram allt, þarna búðin okkar í kjallaranum, hún opin á þriðjudögum og fimmtudögum frá 2 til 6. Okay, and every Tuesday we have the prayer meeting. Og það bænastund hér alltaf á þriðjudögum kl. 12. And of course, the soup kitchen every Tuesdays Og súpustofan á hverjum þriðjudegi at 6 o'clock to 8 o'clock in the evening. klukkan 6 frá 6 til 8 á kvöldi. And we are also, the ADRA is promoting this free Icelandic classes to everyone. Og svo Adra að auglýsa hér ókeypis íslensku bekki. So yeah, you can see the dates. It's Þið just sjáu hvaða the dagsetningar það days will be Tuesday, Wednesday, and yeah, for beginners, Spanish, and advanced learners. Þið sjáu þetta fyrir á þriðjudögum og miðvikudögum. Everybody are welcome, especially for us foreigners. Og þetta allir hjartanlega velkomin. Þið sjáu þetta sérstaklega fyrir útlendinga á þetta. And then the next one is we have this Ukrainian International Food Day, which is a program is sponsored by ADRA. Og svo það prógram sem stutt af Adra. Það alþjóðlegur matardagur hér frá Úkraínu. Okay, the goal of this event is to create connections among the community people. Og tilgangurinn að mynda tengsl milli
mismunandi hópa. So on March 15, the first country will be the Ukrainian. Og fyrsti dagurinn what is it, March, March 15 15. mars, at 5 o'clock. klukkan 5 síðdegis. So everybody are invited. Allir boðnir velkomnir þennan dag. Okay, and then advance also for Filipino on April 12. Og svo Yes. Yeah. 12. apríl þá sérstaklega viðburður fyrir filipísk fólk. It will be in Hafnarfjörður Church Það verður í Hafnarfjarðar Yes. söfnunum í loftsalnum at 5 o'clock p.m. klukkan 5 síðdegis. So we would love to see you also there after Yeah, the Ukrainian on March 15. Og það við hjertanlega velkomin að koma þar. Okay, so yeah. So for our call to worship, I would like to read Revelation 14, verse 7. It says, "Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea, and springs of water." I should have that in rating here. Og það þetta fyrsti engillinn frá Åpenbararbókinni 14, 7. vers. Það óttist drottinn og gefið honum dýrð, því að komin dómstími hans, hann sem dæmir allar þjóðir. Dear brothers and sisters, may today's worship fill our hearts with praise, God's word, and prayer. Drottinn blessi ykkur og mætti tilbeiðslan rísa frá hjörtum ykkar. I just want to read that. Yeah. Áður en við haldum áfram, þá langar mig til þess að lesa upp 2 nöfn af einstaklingum sem óska þess að sameinast kirkjunni hér í Reykjavík. Og það fyrsta nafnið Ivan Petrovski. Hann kemur frá Írsjaf 7. dags aðventista söfnuðinum í Úkraínu. Það annar nafn sem langar til að lesa fyrir ykkur líka. Það Bernice Ansong. Hún kemur frá söfnuði í Ghana, King of Kings 7. dags aðventista kirkjunni. Ég að lesa þessi nöfn fyrsta skipti og svo munum við lesa þau aftur næsta hvíldadag og greiða atkvæði. I'm just mentioning here 2 names. You heard the names of people that are wishing to join the church in Reykjavik, move their membership. It's a membership transfer. The first one is Ivan Petrovski. He's from the Írsjaf SDA Church in Ukraine. And the second name is Bernice Ansong from the King of Kings SDA Church in Ghana. Thank you. So maybe people want to know which are the people. So we have Ivan's letter today, his mom, and Good that you mentioned that. But as I mentioned, we are going to repeat this next Sabbath. Við ætlum að endurtaka þetta auðvitað næsta hvíldadag. Thank you. Helgur, helgur, helgur.
Let us all stand up, stöndum upp. Helgur, 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 þú sóttast feitur, þuldi henginn vörðina, manninn sjón að sjá. Ein þú helgur, enginn annar slíkur, hreinleikur alger, ást og gleðir hrá. For our opening song, found in hymn number 318, O blessed sértu bænarstund, sweet hour of prayer. Hallo, hallo, no. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer that calls me from the way to get thee hand in hand with love, í mun frá Guði á hýtt og from. Já, Guð mun frá honum fekk. Já, höfuð gefst þér Guði mun frá Guði það er mun frá Guð á henn frá Guð á hennar stund og blessus sértu bænarstund þú ber í hæð á Jesú fund mín handför þunn og skært og skinn Guðs skæra náð á tálinn mín. Hann biður mér að byggja traust á blíðri Jesú hnýrðisraust
Let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord in heaven, we thank you so much for this Sabbath day that you have given to us. As we worship you in spirit and in truth, we ask your guidance and Holy Spirit to be upon us. Help us to understand the things that we're going to hear. Thank you so much, Lord, for loving us always. Forgive our sins. In Christ's name we pray. Amen. You can give your offering today in the church foyer by cards or by notes. You can see in the screen the account number. And please also your gift in one of the bags, the red bag for mission around the world, for the ministry and work of the church, of this church, for the red bag, and for the brown bag for mission around the world. If you are giving by card, please write the purpose of your gift and paper receipt, and please for the corresponding bag. Við erum að tala gjafir til safnaðarins og tíund og það boðið upp á eins og venjulega að leggja það í körfu hér úti eða þá með korti eða þá í að millifæra á reikning kirkjunnar. Það kemur fram hér upplýsingarnar. Our tithes and offering verse is found in Malachi 3 verse 10. Og textinn varðandi tíund og gjafir kemur fram í Malaki It says, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in the mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Hvað aftur? Malachi 3 verse 10. 3:10, það Malaki 3:10. Það stendur færið alla tíund í forðabúrið til þess að fæða sé í húsi mínu og reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar, hvort ég ljúki ekki upp fyrir ykkur flóðgáttum himinsins og úthelli yfir gnæfanlegri blessun. Okay, let us bow our heads Við and pray. skulum lúta höfði í bæn. Almighty God, Himneski Faðir, as we come before you with our tithes and offerings, við komum fram fyrir þig með gjafir okkar og tíund we are reminded of our constant need for you og við erum mynd á stöðuga þörf fyrir þig in our lives. í lífi okkar. You are our provider, Þú sá sem gefur okkur alla hluti our sustainer and our strength. og þú styður okkur og leiðir okkur og gefur okkur styrk. Without you, we are nothing. Án þín erum við ekkert. May these gifts be a symbol of our dependence on you. Drottinn, mætti gjöf okkar vera tákn það hver við treystum þér og þurfum algjörlega á þér að halda. Acknowledging that all we have comes from your hand. Og viðurkenna að allt kemur frá þér. Help us, Lord, to rely on you more fully in every aspect of our lives. Mættum við treysta þér, Drottinn, ávallt í öllu lífi okkar, í öllu sem við gerum. Trusting in your unfailing love and care. Að við treystum fullkomlega á kærleika þinn og leiðsögn og umhyggju. In Jesus' name we pray. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Áður en við haldum áfram, þá myndi ég vilja færa ykkur dánafregn. Ég myndi biðja ykkur að rísa á fætur. I'm asking you to stand up as I'm going to share. There is one of our members that has passed away. Guðrún Margrét Jóhannsdóttir látin. Þið sérstaklega sem eru í Hafnarfjarðarsöfnuði þekktu hana vel og hún auðvitað kom hingað líka. Margréti, eins og hún var venjulega kölluð, bara Margrét Jóhannsdóttir. Hún lést 2. mars og útförin mun fara fram þann 12. mars klukkan 13 í Bústaðakirkju og við biðjum þess að
Guð leiði aðstandendur hennar, dæturnar sérstaklega, og blessi þær og barnabörnin. I'm mentioning this here that Guðrún Margrét Jóhannsdóttir has passed away. She was a faithful member of the Hafnarfjörður sub-church of Loftselnum. She passed away the 2nd of March, and the funeral will take place on the 12th of March at 1 o'clock in the afternoon in Bústaðakirkja. Thank you. Matthew 21, vers 22. Allt sem þér biðjið í bæn yðar munuð þér öðlas ef þér trúið. Fyrsta Þessalóníkubréf 5:16-18. Verið ávallt glaðir, biðjið án afláts, þakkið fyrir alla hluti, því að þetta er vilji Guðs í Kristi Jesú fyrir yður. Áður en þeir kalla mun ég svara, og áður en þeir hafa orðinu sleppt mun ég bænheyra. The Bible is clearly states that Jesus is only a prayer call away. Og Biblían segir það að, what do you say there? The only prayer call away. Yeah. Jesus is only a prayer call away. Já, að Kristur, bænin gerir það verkum að við getum nálgast Drottinn á hvaða augnabliki sem Even if we cannot see him, Jafnvel þó að við getum sjáum hann ekki, he is real. þá hann raunverulegur. Through prayer, we can communicate with him. Gegnum bænina þá getum við náð sambandi við Drottinn okkar. When Jesus was here on earth, he taught people how to pray. Þegar Jesús var hér á jörðu þá kendi hann fólki að biðja. That he even provided a model example prayer to everyone. Og hann gaf okkur þetta sérstaka módel bænarinnar í faðirvoruna. The Lord's Prayer. Það faðirvorið. At this point, we will approach the Lord in prayer and gratitude. Nú munum við nálgast Drottinn í bæn og þakklæti. Perhaps you want to thank the Lord for his marvelous work. Kannski myndum við sérstaklega vilja þakka Drottni fyrir það undursamlega sem hann gerir fyrir okkur. Works in your life. Í lífi okkar. Or perhaps you have a prayer request. Eða þið hafi eitthvað sérstaklega bænarbeiðni. That you have been making to him. Eitthvað sem þið hafi lagt fyrir hann aftur og aftur. Now is the time to bring everything to him. Og nú tíminn til þess að koma og leggja alla hluti fyrir hann. Your supplication and thankfulness. Bara bæn og þakkargjörð. Let's do this. Gerum það. Okay. So the girls are going to get the basket. The basket have sheets of paper, okay, and pens, and they're going to give it to you. Stúlkurnar þær verða hér með blöð og körfur og fara og ganga hér á milli bekkjana og bera þetta fyrir ykkur, fram fyrir ykkur. Okay, so in the sheet of paper you can write your prayer requests. Og á miðan hérna sem þið sjáu hérna í körfunni, þá getið þið skrifað eitthvað sérstaklega bænarbeiðni. For 3 minutes. Í 3 mínútur.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So if you are finished or done, the girls were going to collect those sheets of paper. Og ef þið eru búin að skrifa eitthvað niður, þá munir stúlkurnar stafna miðunum saman. Mr. Ivo will pray. Maybe you have, Do I translate for him? Do I translate the prayer for him? I don't know if you will, maybe you can translate it in Latin. Josh, patayuin mo si Tita. At this point in time, I would like to request Pastor Eric to, Pastor Ivo, I should say, to give, to pray for us, since it's International Women's Day of Prayer, and he will also include all those prayer requests. He may not know it, but God knows what you have written on those paper. Og Ívo ætlar að hafa hér sérstaklega helgunarbæn. So let us pray for all these prayer requests, Við skulum biðja fyrir öllum þessum bænarefnum, and especially for all women today. sérstaklega fyrir konunum í dag. Dear Lord, Himneski Faðir, you see everything that we wrote down on these papers. þú þekkir alla hluti og sást hvað við skrifum hér á þessar bænabeðnir, And we bring you praise for everything that we are thankful og við for, lofum þig fyrir alla hluti þess sem við getum þakkað þér fyrir. because that is your will for us, to be thankful Því að það viljið þinn og óska við séum þakklátt and to have gratitude in our heart. og við séum opin og þakkum í hjartum okkar. And we also pray for these, every prayer that was written down. Og drottin, við byggjum fyrir sérhverju því bænarefni sem kom fram hér á þessum seðlum. And we thank you, Lord, that you have heard our prayers, Og við þakkum drottin fyrir það að þú hefur heyrt bænir okkar. and we can give all these things and these people into your hand. Og við getum lagt allar þessu hluti í þína hönd í öryggi og fullvissu.
And today, Lord, we also want to pray for all women in our church. Og svo viljum við sérstaklega í dag biðja fyrir öllum konunum í söfnunum okkar. And we want to thank you for the commitment that you have given to their hearts. Og Drottinn, við þakka þér fyrir það bara fullvissu og öryggi sem þú hefur lagt í hjörtu þeirra. The commitment to you. Og það að þeir hafi strengt þess heit að vilja lifa og ganga með þér. And their care and every effort they make here in church. Og bara það umhyggju og allt það sem þeir leggja í starfi hér í kirkjunni. And we thank you for everything that they bring to their places of work and study. Og Drottinn, við þakkum þeim fyrir allt þá umhyggju og vinnu sem þeir leggja bara í starfsvettvang sinn. And we thank you for the wisdom and courage that you have given them. Og við þakkum þeim fyrir viskuna sem þeir leggja í starf sitt og hugrekkið. And I pray that you may grant them more. Og við bið þess, Drottinn, að þú gefur þeim ennþá meiri styrk. That you may lift them up today. Og þú lyftir þeim upp á hæðir í dag. And that you may give them peace in everything that worries them. Og þú gefur þeim frið í starfi sínu og framkvæmdum. And that you may bless them and everything they do. Og þú blessir þessa einstaklinga alveg sérstaklega. And we pray that prayer in Jesus' name. Og allar þessar bænir leggjum við fram í Jesú nafni. Amen. Amen. Before we render our song, we would like to tell you something about it. This song is a famous song in the Philippines entitled, Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, for God is love. Því Guð kærleikur sá söngur sem við ætlum að syngja hér og from the Philippines. God is love, for God is love. Yeah, thank you. It talks about the love of God to us. Söngurinn fjallar kærleika Drottins. May you feel the presence of the Lord as we sing this song. Mættu þið finna fyrir návist Drottins ef við nú syngjum. Sa ating
Bitskulum Risa al Fighter. Matteus första kapitel, första vers. Detta tala Jesu Krist, sonar Davids, sonar Abraham. Bitskulum bidya. Kairi God, tak du vid okor med jortofot av taklaiti, bid thokom tier firir adleid okor saman her idag. Tegar vid virjum tessa God pionosto, senda helagan anda till att lebbena huga okar att skilja till ord. Tacka tier firir toi forit hindi ad fau ad till bidya thig. Bid vidium firir predakara okar idag, Sister Jen, gev to henne visko og hug reki till att kina botskapin av tro. Meetin hon vera iver okor atla kot pionostuna, og mee allt sem vid gairum fajra tirdid. I namn Jesu bidjum, bid. Amen. Peace.
Happy Sabbath, everyone. Gleðilegan hvíldardag öll. I still remember when I stand here for the first time. Ég minnist þess að ég var hérna fyrst. Yeah, and this is the second time, and I still feel cold. Og, The weather is cold, but I'm feeling cold over here when you speak. og nú ég hérna í annað skipti og mér hálfkalt ennþá. Yeah. So this month is a month of international women's. Og þessi mánuður svona þessi alþjóðlegi kvennadagsmánuður. So the man now, because you see the word woman, there's always a man. Og þið sjáu orðið Yeah. kona, það alltaf ykkur karl það nálagt. The English word woman, and the man, there's always a man. Og enska orðið þetta woman, það manur líka en svoleiðis á Íslandi líka talað karlmann og kvennmann. So we will be talking about women this time. Og við erum fjalla svolítið þetta efni núna konur. So let us take a look the women in the genealogy of Jesus. Og skoðum eftir konurnar í ættatölu Jesú. When we say genealogy, it means the lineage of Jesus. Og þegar við tölum genealogy þá það ættartala Jesú. So our text is found in Matthew 1, verse 1. Og textin okkar finnum við í Mattheus Guðspjalli fyrsta versi, fyrsta kapla fyrsta versi. It says there, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Og það stendur ættartala Jesú Krists, sonar Guðs, sonar Abrahams. Actually, this Matthew 1, we will going to read from verse 1 to verse 17. It talks all about names. Og við sjáum það í fyrsta kaplanum hjá Mattheusi, alveg frá fyrsta til 17. versi, þar talað nafn. Imagine opening a book and the very first page is a long list of names. Hugsið ykkur fyrsta bóki, maður skoðar bók og fyrsti kaplinn eða fyrstu það sem að lestar bara nafn. So most people would be tempted to skip it. Og svo það margir sem eru fristaðir að bara sleppa þessu. Yet the Bible begins the story of Jesus in Gospel of Matthew with a genealogy. En samt það að hérna í Biblíunni þá það að fyrsta sem við lesum hér bara lang röð af nöfnum. Names that trace the family of Christ. Og þetta eru nöfn sem marka bara fjölskyldu Jesú. But something surprising appears in that list. En það svolítið eitthvað sem kemur á óvörum í þessum nafnalista. In ancient Jewish genealogies, women were rarely mentioned. Þannig í gyðinglegum ættatölum þá voru kvenmannsnöfn mjög sjaldan nefnd. Yet God intentionally included the 5 women in the genealogy of Jesus. En Guð hérna kemur þessi til leiða hér að 5 nöfn kvenna eru nefnd í ættatölu Jesú. So as you can see, there are 5 women in the lineage of Jesus. Svo þið sjáu hérna að það eru 5 kvenmannsnöfn í ættatölunni. Yeah, it is written in the Matthew 1, verses 1 until 17. Þarna í Mattheus 1-17. So, who are these 5 women? Hver eru þessar 5 konur? We can see here it's Tamar. Við sjáum hérna að það fyrst og fremst Tamar. Rahab or Rahab. Og það Rahab. Ruth. Bathsheba. Bathsheba. And Mary. Og María.
So these 5 women is in the line of the lineage of Jesus. Og þessar 5 konur koma fram hérna í þessari ættatölu. Their stories are not perfect stories. Sögur þeirra ekki einlega fullkomnar sögur. They are stories of pain, of courage, faith, and redemption. En þetta eru sögur þjáningu og líka styrk og hugrekki. And through them we learn something powerful. Og það í gegnum þessar sögur sem við lærum kynnumst einhverju sem stórkostlegt og öflugt. God writes his redemption story through unexpected people. Og Jesus og Guð skrifar sínar fagnaðar og frelsunarsögu í gegnum fólk sem eitthvað sem við kemur á óvart. Okay, we will be talking about the first one. Við munum tala fyrsta nafnið. She is Tamar. 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 Okay. She has faith that refused to be silenced. Og hún hefur trú sem neitar að þaggast niður. Do you know the story of Tamar? Þekkið þið söguna Tamar? So her story is found in the book of Genesis. Og við finnum þá sögu í fyrstu Mósebók. Tamar is married into the family of Judah. Og hún gift inn í fjölskyldu Júda. One of the sons of Jacob. Sem var einn af sonum Jakobs. But tragedy struck. En það voru hræðileg örlög. Her husband died. Að maðurinn hennar dó. And the cultural custom required another family member to marry her to provide children and security. Og það var hefðin þá að þá myndi ykkur náinast ættingi giftast henni þannig að hún fengi áfram börn. Yet Tamar was neglected and forgotten. En Tamar var algjörlega hafnað og hún var gleymd. With no protection and no future. Það var engin vernd og engin til þess að vernda hana og það var engin framtíðarmöguleiki. So Tamar courageously acted to claim the justice she was denied. Og þá það að hún fer fram á að fá það öryggi og framhald sem henni var hafnað Through a complicated and painful situation. Og gegnum sársaukafulla og erfiða kringumstæður. She eventually gave birth to Perez. Þá eignaðist hún soninn Perez. Who became part of the family line leading to Jesus. Og það var einn af forverum Jésu Krists. What seemed like a scandal was actually God preserving the messianic line. Og það sem leit út fyrir að vera bara vandræðaleg kringumstæður varð í raun eitthvað sem var framtíðarmöguleiki Jésu Krists. So the lesson we have in the story of Tamar. Svo leksina sem við lærum frá Tamar. It says here, even when society ignores you. Þá það jafnvel þegar samfélagið hafnar þér. God sees your story and works through it. Þá það að Drottinn sér sögu þína og kringumstæður og vinnur í gegnum þessar erfiðleika. Next comes Rahab. Næsta saga Rahab. Okay. Rahab lived in the city of Jericho. Og sú kona bjó í borginni Jericho. And worked as a prostitute. Og vann þar sem vændiskona. By every social and religious standard, she was an outsider. Og í öllum kringumstæðum þá var hún svona utan bara útkast. But when Israelite spies came to Jericho, en þegar njósnararnir frá Ísraelsmanna komu til Jericho borgar, Rahab made a bold decision. Að þá gerði það að Rahab tók það mjög afdrifaríka og djarfa ákvörðun. And she said, "The Lord your God is God in heaven above and on the earth below."
og hún sagði, drottin ykkar, hann drottin á himni og á jörðu. So Rahab hid the spies and protected them. Og svo að Rahab, hún faldi þessa njósnara og verndaði þá. Because of her faith, Jafnvel og vegna trúar hennar, she and her family were spared when Jericho fell. og þá það að þegar Jeriko fellur, að þá hún vernduð og kemst undan. Rahab later married into Israel Og setna þá giftist Rahab inn í Ísraels þjóðina and became the mother of Boaz, og varð móðir Bóasar. eventually placing her in the lineage of Jesus. Og þannig varð hún í ættatölu Jesú. So the lesson we have for the story of Rahab, Hver leksjan í kringum við söguna Rahab? your past does not disqualify you from God's future. Og að fortíðin, hún gerir það ekki verkum að framtíðin get ekki þróast og þroskast í anda Guðs. Then we meet Ruth. Svo hittum við Rut. Ruth was a Moabite woman, Hún var á Móabíti, meaning she was a foreigner to Israel. sem þýðir að hún var útlendingur og ekki meðal Ísraelsmanna. After her husband died, Eftir að maðurinn hennar dó, she chose to stay with her mother-in-law, Naomi. og þá það hún velur að vera áfram með tengdamóður sinni, Naomi, rather than return to her homeland. í stað þess að snúa tilbaka til landsins hennar og ættar hennar. Her famous words are some of the most beautiful in scripture. Og fræg orð hennar eitthvað það sem undursamlegast að við finnum í Biblíunni. She said to her mother-in-law, Hún sagði til við tengdamóður sína, where you go, I will go. þangað sem þú ferð, þar fer ég. Your people will be my people, Og þitt fólk mun verða mitt fólk. and your God, my God. Og þinn Guð, minn Guð. Ruth showed extraordinary loyalty and faith. Og Rut, hún sýndi alveg sérstöku trúmennsku og trú. She worked humbly gathering leftover grain in the fields. Og hún vann þarna í auðmýkt og safnaði saman því sem var eftir í akrinum. Until Boaz noticed her kindness and integrity. Þangað til að Bóas tók við og skildi bara trúmennsku hennar. Boaz eventually married Ruth. Og Bóas kvæntist svo Rut. And they had a son named Obed. Og þau fengu son að nafni Obed. Obed is the grandfather of King David. Og Obed langafi Davíðs konungs. So the lesson in the life of Ruth Svo leksjan sem við lærum í lífi Rutar, faithfulness in small acts can lead to God's greatest blessings. að trúmennska í hinu smáa getur leitt til hina stórkostuðu blessana Guðs. Now let's go to the life of Bathsheba. Skoðum líf Batsebu. In Matthew, Í Mattheusar Guðspjalli Matthew does not even mention her name. nefnir ekki nafnina einu sinni. He refers to her as the wife of Uriah. Mattheus nefnir hana sem konu Úrija. You remember Uriah, the captain, the soldier of King David? Sem var einn af hermönnum Davíðs konungs. This reminds readers of one of the most painful stories in the Bible. Og þetta minnir fólk það átakamestu sögu í Gamla testamentinu. King David saw Bathsheba. Davíð konungur sá Batsebu. Committed adultery with her. Og hann svo átti þar
gerði afbrot gegn henni and arranged for her husband Uriah to be killed. og svo kom því til leiðar að maðurinn hennar Úría var drepinn. It was a moment of deep sin and tragedy. Og það var bara kringumstæður sem voru átakanlegar og gríðarlega átakanlegar. But God's story did not end in failure. En saga Guðs endaði ekki í mistökum. Bathsheba later gave birth to Solomon, Og Batseba eignaði svo síðar soninn Salomon, who became one of the Israel's greatest kings sem varð einhver mesti konungur Ísraels and continued the line that would lead to Jesus. og hélt áfram þessari ættar tengslum til Jésu. The lesson in the life of Bathsheba, Og leksían sem við lærum í Batsebu, lífi Batsebu God's grace is powerful. Að náð drottins undursamlega öflug og sterk. Powerful enough to bring redemption even from the broken chapters. Og getur gefið frelsun jafnvel í þeim þáttum sem algjörlega brotnir og komnir í eyði. Finally, we go to Mary. Og að lokum þá skoðum við lífi Maríu. The young woman chose to give birth to Jesus. Þessi unga stúlka ákvað og valdi að eignast Jesú sem son. Mary was likely a teenage girl from a small town called Nazareth. Og hún var bara táningur, þessi stúlka frá Nasaret. She was not wealthy or powerful. Hún var ekki rík eða öflug eða hafði mikil völd. Yet God sent an angel with an astonishing message. En samt sendir Guð engil með stórkostlega merkilegum boðskap. She would give birth to the Son of God. Og hún myndi eignast son Guðs. This announcement carried risk. Og þessi yfirlýsing þarna skapaði mikla áhættu. In her culture, Í hennar samhengi, an unexplained pregnancy could bring shame and rejection. í menningar samfélagi hennar þá að hún var ófrísk og án þess að það væri hægt að skilgreina hver var valdur því. Yet Mary responded with unremarkable faith. Að þá var það mjög erfiðar kringumstæður en María kom fram með mikla trúmennsku. She said, I am the servant of the Lord. Ég segi, ég þjónn drottins. Let it be me according to your word. Mætti það fara í lífi mínu samkvæmt ályktun og ráði þínu. Through her obedience, Og fyrir trúmennsku hennar, the Savior of the world entered history. að þá það að frelsari alheimsins kemur inn í sögu. The lesson we have in the life of Mary, Og leksían sem við lærum frá Maríu, God often chooses humble hearts að Guð velur oft auðmjúk hjörtu to accomplish his greatest til purposes. þess að koma á framfæri stórkostlegustu verkefnum hans. So let us see the big picture, God's redemptive story. Og sjáum þá stóru myndina, þessi frelsandi saga Guðs. When we look at these 5 women together, Ef við skoðum nöfn þessara 5 kvenna, we noticed something remarkable. þá tökum við eftir ykkur sem einstakt. They were a widow seeking justice, Þeir voru ekkja sem var að leita að réttlæti, a woman with a sinful past, og það var kona með synduga fortíð a foreign outsider, og útlendingur sem var bara utangarðs, a victim of a broken situation, og það var hér ykkur sem hafði orðið fyrir ykkurum erfiðum kringumstæðum, and a young woman of humble og status. hér ung kona sem var mjög auðmjúku upphafi.
Yet God wrote each of their names En samt það að Guð kemur öllum þessum nöfnum saman into the family line of Jesus. í fjölskyldu ættartölu Jesú. This tells us something important about God's kingdom. Og þetta segir okkur eitthvað mjög merkilegt ríki Guðs. God's redemption story includes the unexpected, Að þessi frelsunarsaga Guðs kemur með eitthvað sem óvænt, the overlooked, sem eitthvað sem ekki tekið eftir and the unlikely. og mjög ólíklegt að geti gerst. In our conclusion, Og the í- genealogy of Jesus is not just a list of names. Og niðurstaðan svo að bara þessi ættartala Jesú ekki bara einhver röð af nöfnum. It is a testimony that God works through broken stories. Að það svona vitnisburður það að Guð vinnur í gegnum sögur sem brotnar og erfiðar. God welcomes outsiders. Og að Guð býður þá sem utangarðs velkomna. God honors courage and faith. Og Guð, hann heiðrar trúmennsku og hugrekki. God's grace writes redemption into human history. Og náð Guðs, hún skrifar þetta frelsun inn í sögu mannkyns. And just as God wrote their names into the story of Og salvation, alveg eins og Jesús skrifar sögu þeirra og nöfn þeirra inn í frelsunarsöguna, He's still writing stories of redemption today. að þá hann enn þann dag í dag að skrifa sögur frelsun. Your past, my past, our past does not disqualify you. Og Does not disqualify us. fortíð okkar gerir það ekki verkum að við einskis virði. Your struggles do not define you. Og erfiðleika þínir, það ekki það sem táknar líf þitt. Because the same God who worked through Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, and Mary Og það sami drottinn sem vinnur í gegnum Tamar og Rahab og Rut og Bathshebu og Maríu, is still working through ordinary people þá today. hann enn þann dag í dag að vinna í gegnum venjulegt fólk. For closing, the women in genealogy of Jesus Og í lokin hér, það konurnar sem við finnum í ættartölu Jesú. reminds us that God does not build his kingdom Það minnir okkur á það að Guð byggir ekki ríki sitt with perfect people. á fullkomnum einstaklingum. He builds it Heldur with people who trust his grace. á fólki sem treystir á náð hans. Amen. Amen. Við öll standa upp og syngja lokasöngin í Salman nummer 235, Lamb Guds ég leita þinn. For our closing song, it's found in hymn number 235, My Faith Looks Up to Thee. Faith
Þá skulum við meðtaka blessun Drottins. Let's receive the benediction of the Lord. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Thank you for the day. Hope you were blessed by our program for today. And now we are inviting everybody to please join us. We prepared Filipino dishes for you. Hjartans þakkir og vona að þið hafið notið þess að vera hér á Filippseyjsku guðsþjónustu og það er boðið hér til veislu hér á eftir. Það eru Filippseyjskir réttir eingöngu.